Reiknaðu hve mörg prósent af sölunni þarf að greiða í skatt þegar virðisaukaskatturinn er A. 24,5%, B. 13%, C. 20%, D. 12,5% og E. 5%. Við erum semst að reikna út hve mörg prósent af sölunni þarf að greiða í skatt. Hve stór hluti er þá virðisaukaskatturinn af fullu verði, þar sé upphæðinni með virðisauka. Og ég þarf þá að margfalda svo með 100 til þess að fá út prósentuna. Lítum hérna á A-lið sem dæmi. Þarna er virðisaukaskatturinn 24,5%. Það hendar að nota tugabrótið, sem sagt 0,245. Virðisaukaskatturinn er þá 0,245. Upphæðin með virðisauka er þá upphæðin sem við erum að vinna með pluss skatturinn eða 1,skatturinn, 1,245. Þannig að ég nota þessa formúlu hér, virðisaukaskatturinn 0,245 deilt með fullu verði 1,245 margfaldað með 100, þá fæ ég út að skatturinn sem hlutfall af fullu verði er 19,68%. En í B-lið þá er skatturinn 13%. Ég er náttúrulega að fara að nota sömu formúlu, þar að segja skatturinn er þá 0,13 en fullt verð er þá 1,13. Finnum þá út hvað stór hluti skatturinn er á fullu verði og margfaldað með 100, hann er þá 11,5%. Í C-lið er skatturinn 20%, þannig að ég nota tugabrótið 0,20 sem skatturinn, deilt með fullt verð, skatturinn 1,20, margfaldað með 100, þá fæ ég út að skatturinn er 16,67% af fullu verði. Í D-lið erum við að tala 12,5% skatt. Það þýðir að tugabrótið er þá 0,125 skatturinn, deilt með fullt verð 1,125, margfaldað með 100, skatturinn er þá 11,11% af fullu verði. Í E-lið er skatturinn 5%, þannig að hann er þá í tugabróti 0,05 en deilt með fullu verði 1,05, margfaldað með 100 og fæ þá út að skatturinn er 4,76% af fullu verði.